Það var svo lítið mitt heimilið. Það taldist varla til heimila. Við vorum bara tvær, móðir mín og ég. Og ég var ekki talin með fólki, ég var svo lítil. Ég veit ekki til þess að það hafi verið nein skynsamlega ástæða fyrir flutningi frá Akureyri til Reykjavíkur. Annað en þetta sem að straumurinn, hann hrífur fólk með sér. Reykjavík var að byrja að fyllast af Íslendingum, alls staðar að landinu. Og við lentum þarna alveg í byrjuninni. Það voru sífellt fullar skrifstofur Reykjavíkur borgar, sem nú heitir, sem voru kallaðar þá bara bæjarskrifstofurnar. Það var fólk sem var það var bara að reyna að bjarga lífinu. Það var ekkert annað. Sumir fóru í þeirri von að þeir gætu herjað út vinnu. Þá fór húsbóndinn úr fjölskyldunni. Og þetta var mjög alvörugjarnar heimsóknir til bæjarstjórnarinnar. Og fólkið átti afskaplega erfitt. Það var alveg ótrúlegt hvað erfitt það átti. Og hvað harkan var mikil. Það mátti engu muna í bæjarlífinu að það gæti ekki brotist út í áflogum. Það búið að úthluta fólki atvinnubótavinnu svokallaðri og alls kyns svona smá bitling sem bæjarstjórnin hendir í þá sem eru mjög illa leiknir. Þegar Bretar hernámu Ísland þann 10. maí 1940 með fámennum og illa útbúnum her, voru þeir að bregðast við innrás Þjóðverja í Danmörku og Noreg skömmu áður. Þeir héldu að þýsk innrás var yfirvofandi á Íslandi og vildu vera fyrri til. Þessi hrjóstruga eyja norður í Dumbshafi virtust þó ekki vera fýsilegur kostur, því auk þess að vera úr alfara leið, þá var hún bæði strjálbýl og vanþróuð. Íbúar landsins voru aðeins 120.000 og þar af bjó tæpu þriðjungur þjóðarinnar í Reykjavík. Hernaðarlegt mikilvægi Íslands kom þó æ betur í ljós við að tryggja siglingar bandamanna Atlantshafið norðanvert eftir því sem á stríðið leið. Ástand í atvinnumálum í Reykjavík var vægt sagt mjög slæmt þar til breska setuliðið kom. Fjöldi manns var atvinnulaus, mikil atvinnubótavinna í gangi af hendi hins opinbera. Við komu Bretana breyttist þetta, atvinna varð mikil og sérstaklega hér í Reykjavík. Og hingað flutti fjöldi fólks til þess að leita eftir þessari vinnu.
Bærinn orðinn fullur af sveitafólki sem að koma til þess að vinna hér, fá vinnu hjá Bretanum og vinna og fá peninga því sveitirnar eru peningalausar og hafa verið lengi og það verða allir ríkir sem komast í Reykjavík þetta leyti. Þeir fá mikið kaup og geta unnið ekki minna en 12 tíma í sólarhring. Og það segir sig sjálft að það ekki hægt að slá hendina á móti svona lögðu. Sveitirnar næstum tæmast af hungruðum bændalíð. Íbúar Reykjavíkur voru hartnar 38.000 þegar landið var hernumið og tæpu ári síðar voru 12.000 breskir hermenn staðsettir í bænum. Engin aðstaða var til að hýsa svo fjölmennan her og því lögðu bresk hernaðaryfirvöld allt kapp á að hrófla sem fyrst upp bráðabirgðahúsnæði yfir menn og vistir, enda alls óvíst hversu lengi stríðið stæði yfir. Það spruttu upp braggahverfi og auðum lóðum út allan bæ og herinn og umsvifan settu mjög mark sitt á bæjarlífið. Áður og fram til 1939 má segja að Reykvíkingar hafi búið að mörgu leyti í lélugu húsnæði og við mikið þröngbýli, en það var ekki almennt húsnæðisleysi að ræða. Aftur 1940 verður mikil breyting til þess verra, því að það má beinlínis rekja til komu hersins það húsnæðisleysi sem varð hér 1940 og á næstu árum. Það varð til ástand og ástandið var húsnæðisskortur í stórum stíl. Og þetta gerði það að verkum að það var flogist gamlar kolakompur, hvað þá annað húsnæði. Og hið vesælasta kjallaraherbergi þótti mikill heppafengur fyrir 500 krónur á mánuði. Þetta var ótrúlegt og fólk lét segja sér þetta margsinnis áður en það trúði þessu. Þessar bölvaðar kompur sem höfðu verið leigðar á 15 til 20 krónur yfir mánuðinn. Það var farið að skipta hundruðum sem hægt var að fá fyrir það. Og til þess að bæta gráan á svart þá tók breska setuliðið ekki aðeins ýmsar opinberar stofnanir til sinna nota, eins og Menntaskólann og Laugarnesspítala og Gamlagarð, heldur einnig fjölda íbúða. Þetta var til þess að hér myndaðist algjört neyðarástand í húsnæðismálum. Já, við lendum í þessu að verða húsnæðislausar. Við höfðum lítið kjallaraherbergi sem við bjuggum í, náttúrulega báðar, og aðgangað eldhúsi. Og við höfðum borgað fyrir þetta 50 krónur á mánuði og þótti mikið. Þetta herbergi hefði verið leigt nokkrum árum áður fyrir 15 til 20 krónur á mánuði. Og þannig það komið upp í 50 krónur og svo fáum við að vita það að það á að hækka og á að fara upp í 75 krónur. Og það gengur svo fram af móður minni, ósvífnin og frekjan í húseigandanum að hún skammar hann eins og hund fyrir þetta. Og hann reiðist því náttúrulega og segir að hún skuli bara fara sína leið. Hann vil ekki hafa svona helvítiskerlingar frekju í húsinu. Og hún nú ekki vön að láta segja sér slíkt tvisvar. Og svo það ekkert annað að ræða heldur en að fara úr þessu kjallaraherbergi sem við höfðum þó þarna.
við gerum það og þá ekki hægt að fá neitt annað. Sumarið 1941 tóku Bandaríkin við hervernd Íslands af Bretum eins og það var orðað í samningi Íslendinga og Bandaríkjamanna. Þeir reistu sín eigin braggahverfi enda sátu Bretar enn sinn sem fastast í sínum hverfum og talið að herir bandamanna hafa orðið fjölmennastir sumarið 1942. Þá voru 60.000 hermenn á Íslandi og mikill meiri hluti þeirra hafði aðsetur í Reykjavík. Það var sett löggjöf húsaleigu og húsaleigunemndir sem takmörkuðu mjög yfirráðarétt húseiganda yfir eignum sínum. Það var ekki aðeins að leiga var takmörkuð, það var takmarkaður uppsagnaréttur, það var heimilað að taka auðar íbúðir fyrir húsnæðislaust fólk. Það var heimilað að taka hluta af íbúðum ef aðilar bjuggu rúmt og það var heimilað að uppsagnir og útburður á þeim utanbæjarmönnum sem hefur flutt til Reykjavíkur í leyfisleys. Þannig að þessi löggjöf og sú löggjöf sem fylgdi á eftir ber vott að hér var algert neyðarástand. Fljótlega eftir komu Bandaríkjamanna fóru Bretarnir að tínast burt og skildu eftir sig bragga í þúsundatali sem stóðu að mestu auðir í bæjarlandi Reykjavíkur. Það var eitt af fyrstu verkum nýkjörinnar húsaleigunemndar 1943 að leita til bandarísku herstjórnarinnar eftir því að fá lausa herskála til handa húsnæðislausu fólki. Þetta varð og fyrstu íbúarnir á vegum opinberra aðila fluttu í herskála í nóvember 1943. Þá var flutt í 45 herskála í 5 hverfum í borginni. Þetta var strax mjög umdeilt. Þá fluttum við upp á Skólavörðuholt og Bretarnir, þeir voru þarna mikið í Skólavörðuholtinu og þeir áttu bát, Bretarnir. Þeirra híbýli voru slæm. Þá voru þessir bölvaðir bresku braggar með trétegsplötum sem undust eins og bréf. Bólnuðu út ef það rigndi ofan í þeir sem gerði oft og þá sprungu þær út úr rammanum og héngu oftast með annan endan niður í hausinn á Íslandingunum sem komu til þess að búa í píneríinu. Og ég fór þarna út í húsnæðisnefnd sem var þarna beint á móti eiginlega á Laugaveginum og kom upp til þeirra og bað hvert þau geti ekki reddað með bragga í Skólavörðuholtinu að ég vissi að þeir voru að byrja að úthlauta þar og þeir horfðu bara á hvorn annan og fannst þetta eitthvað voða skringilegt þessum strákur þeir að byrja bragga og þeir spurðu til hvers og ég sá það að ég ætti sennilega von á barni og við hefðum enga íbúð ekki neitt. Og það verið tómt mál að tala að fá íbúð á þessum tíma, það var alveg út í rókat og síst af allir fyrir mig svona unga. Svo þessu kom þetta í viku og ég kom eftir viku og þá stóð þessi sömu menn þarna
og þeir svo þetta er alvara og ég sagði já og þá réttuði mig líklega. Þá var það að bragga 113 í Skúladólti sem stóð rétt við Austurbæjarskólann og við fórum þarna upp betur og opnuðum og þegar við letum inn í þetta hímælt allt galtómt nema bara rusl og drasl þarna svona á gólfum. Þá hélt ég að henni myndi að fallast hendur og ég sagði líst þér nokkuð á þetta? Já, þetta reddast allt, það er engin vandi. Gamlar æsku ástarstundir. Það fór illa okkur, það gat ekki öðruvísi verið. Það var ekki nokkur leið annað. Þetta var djöfurlegt í alla staði. Það var kalt, mjög kalt og það þurfti hálfan poka næstum því í ofninn. Þá hitaði hann upp braggann. Það er að segja, það var alltaf kalt út við útveggina. Þar gat ég fyrir frosið, en hitinn næstum óbærilegur í námunda við ofninn. Og ofninn, hann þurfti minnsta kosti hálfan poka af kolum yfir til dæmis kalda nótt. Og þetta var gífurlegt á okkar mælikvarða að ætla að halda hita þarna. Það var sett á versta stað sem hægt var að finna í hverfinu svona hola með 1 til 2 krunnum sem bara pissuðu niður á gólfið. Og þá var ekki annað að ræða heldur en að fara með fötur og bera svo vatnið yfir fjöll og firnindi inn í braggann til okkar. Þetta voru yfirleitt mjög slæmar íbúðir, illa byggðar. Þar voru allar byggðar á breska hernum og yfirleitt var ekki rennandi vatn í íbúðunum, það var ekki frárennsli og það var ekki vatnssalerni. Og þarna voru 3 eða 4 eða 5 kamrar upp á íslenskan gamlan móð. Og það var ekki einu sinni svo að seturnar væru úr sæmilegum spýtum, hreinum spýtum. Þær voru úr gömlum gólfum og reyndust næstum hættulegar. Hvað, því þær voru svo slitnar. Það var svo mikið af flísum í þeim. Og þetta var nú ekki mjög andskoti aðgengilegt. En það var ekkert það að ræða hvort sem maður stóð þarna lengur eða skemur og horfði á þetta. Það breytist ekki raskat. Það var bara svona. Og maður varð að gera svo vel og taka því. Það allt hægt að gera viljinni með. Og þarna var hann fyrir hendi og ég keypti bara í efni í snarritum og svo unnum öll kvöld í þess að innrétta þetta og gangar á miðstöðin. Ég lagði allt sjálfur, gekk frá öllu rafmagn og öllu sjálfur. Og þegar var verið að tala hvort það verið búið að samþykkja þetta, já, sagði ég var sjálfur búið að samþykkja, það var mér alveg nóg. Og svo var ekki spurt að því meira. Og þarna byggum við nokkur ár og gekk alveg skínandi vel, en það var langt að sækja vatn svona og fara á salerni, það var óðarlegt alveg, kamrar sem var útikamrar. En þetta gekk alveg furðu vel og var hlýtt í þessum bragga því að þarna kynntum við bara og ég var alltaf vinnandi, aldrei atvinnulaus og höfðum þetta bara ágætt þarna.
Í stríðslok var Skólavörðuholti langfjölmennasta braggahverfið í Reykjavík en þar bjuggu tæplega 500 manns þegar flest var. Marga æskuna stund, Ingi Sveinn og fögur sprund, hlupu frjálsum holt og mó, höfð í blómalautu skjól. Bundu kransa, brostu eins og glóðu sól. Bjartir lokkar léku í. Það voru á annað 100 herskálahverfi á landi Reykjavíkur í stríðslok með vel yfir 4000 bröggum. Í sumum hverfanna voru aðeins fáeinir braggar, í öðrum nokkur hundruð. Samtals bjuggu Íslendingar í herskálum á því sem næst 50 mismunandi stöðum í bæjarlandinu. Mörg stærstu og fjölmennustu braggahverfin voru í íbúðarbyggðinni miðri eða útjaðri hennar. Í 1944 þá voru sett bráðabirgðalög sem heimiluðu ríkisstjórninni að kaupa eignir setuliðsins. Reykjavíkurborg leysti þannig til sín 280 íbúðir og þar með er hafin svona markviss búsetta í herskálaíbúðum. En fljótlega verða 1000 mann sem búa í herskálaíbúðum. Yfirleitt voru þessar íbúðir afhentar á þann hátt að húsaleigunemnd gekk frá þeim að utan, sáu raflagnir og skipti herskálunum í íbúðir. Að öðru leyti sáu afnotahafa sjálfir innréttingar nema í nokkrum hverfum þar sem Reykjavíkurborg innréttaði íbúðir og leigði. Bretarnir höfðu búið þessa bragga til upp alla sveitir og svo var þetta rifið og landinn, hann tíndi þetta saman og flutti á stórum flutningabílum, rennandi blautt. Bölvatrétexið sem drakk í sig allan skít sem nálægt kom og svo geymdu þeir þetta í lagerunum sínum og höfðu þetta handa fólki til þess að smíða úr braggana sína. Og blessað fólkið sem komst inn í hálfan bragga, það smíðaði úr þessu 2 herbergi og eldhús. Og það var afskaplega spegilegt stundum að sjá þessi 2 herbergi og eldhús. Fólk hélt áfram að hópast til Reykjavíkur öll stríðsárin, enda má segja að stríðið hafi drepið íslenskt samfélag úr dróma. Það var ekki aðeins Breta og Kanavinnan sem menn sóttu í, heldur opnuðust fiskmarkaðir á Bretlandseyjum þegar í stríðsbyrjun og Íslendingar gátu selt þangað allan þann fisk sem þeir náðu að afla og fengu gott verð fyrir. Reykjavík var langstæðsti útgerðarstaður landsins á þessum árum. 1944 öðlaðist landið svo sjálfstæði frá Dönum og menn töluðu blessað stríðið, enda var vinna næg og það söfnuðu stigrir sjóðir á gjaldeyrisreikninga landsmanna. Það var því bjartsýn þjóð sem horfði fram á veginn í stríðslok. Íbúum Reykjavíkur hafði fjölgað nærri 10.000 manns á stríðsárunum þrátt fyrir alvarlegan húsnæðisskort og fólk hélt áfram að streyma til bæjarins eftir að stríðinu lauk. Við létust nú aldrei buga en við ætluðum okkur að fá svo íbúð og reyndum allan tíman sem við vorum bröggum að reyna að fá íbúð. Og þegar maður minntist á að við værum með 2 verkinn með 1 barn, þá þýtti ekkert að ræða við okkur. Nei, við erum sennilega búin að leigja hana. Þeir spyrðu alltaf að því, eruð með börn?
Og ég sagði já, við erum sennilega búin að leigja hana. Það fékkst aldrei annað. Og það var ekki að reyna þetta. Það var hvergi hægt. Það var engin kompa svo lélega að maður geti fengið anlega það. Það var ekki til í því. Og fyrir þetta það, þegar það hefði fengist eitthvað lykta, þá var það svo dýrt að maður hefði ekki ráðið við það. Og heimilisfangið, Skólavörðuholt 125. Skólavörðuholt 125 eða 6 eða hvað hann var. Ég sagði það alveg hiklaust. Það var ekki annað að ræða. Og það var ekkert að óttast. Það hrukku afskaplega margir svolítið við. Það litu á mig, segir eftir svona hvort, og var svo eins og þau skömmuðu sín. Og fóru að hugsa tætnar á sér, eða eitthvað svoleiðis. Svo var það ekki meira. Mér bjóst vinna hjá Gunnari Guðjónsson skipamiðlara. Og jafnframt braggi sögðu hjá Einastöðum, þar sem núna er Hótel Saga og Neskirkja á því svæði. Og þar voru miklar vöruskemmur sem að Gunnar Guðjónsson fékk til afnota og notaði fyrir vöruakstursl á skipum sem hann var með. Og ég flutti þangað. Hann var nokkuð hreinn og ágætur og hefði verið þyljaður svona í herbyggi einhver offísera braggi og okkur leist alveg feiknarlega vel á það. Það var þannig að þegar að hljótt var orðið á kvöldin og maður ætlaði að fara að sofa og var kannski slökkti ljósið, þá kom þetta trapp allan braggann. Og maður var svolítið viðkvæmur fyrir þessu lengi. Ég passaði mig nú að segja ekki neitt, en ég óttaðist að það kæmi upp í til mín. En þeir gerðu það aldrei greiðin. Það gerðu það ekki, með þeir eru miklu skynsamari heldur maður heldur. Maður þarf að kynnast þeim til þess að sjá hvað það eru skynsamar. Rotturnar. Og þeir gátu skotist í myrkrinu algjörlega hljóðlaust. En svo aftur á móti þegar þeir voru það til með að slá í ball. Bara reglulegt dansiball. Og þá gekk bara heilmikið á. Og þá hérna var svo mikil gleði og gaman hjá þeim að maður varð að gera árás á þær til þess að þær hættu að hann skotast svona. Og þá gerði maður það, maður tók eitthvað og hendi. Af öllum mætti. Það var hljótt tíma minnst og kosti. En á meðan að nóttin var dimm, þá áttu þær nóttina. Og við vorum eins og hver önnur auka skrýmsli, sem áttum engan rétt í dimmri nóttinni. Mín fyrstu ári eru náttúrulega tengt Múlakamnum og ég bara elst þar upp með mínu systkinum og svona skynja ég veröldina hægt og sígandi eftir sem við vöxum úr grassi. Og nú við bjuggum hérna í bragga sem var svona, slagfær. Þetta var bara aðstæður sem við bjuggum við og þekktum ekkert annað. Hvað stætt mjög eðlilegt en það var fataleysi, kuldi, stundum mataleysi.
Ég held að kallföður minn hafi eignast þennan bragga sem var þá bara í niðurníslu sko. Hann lagfærði hann og þau fluttu þarna inn. Og ef ég á lýsa honum svona innan sko þá, eins og ég man sko, þá var þetta, í endanum á honum var eldhús, síðan kom stofa á miðjunni eins og var á flestum þessum bröggum og síðan 2 herbergi í endanum. Og kynding bara í eldhúsinu. Þessar íbúðir voru yfirleitt lélegar, þó voru þær mjög misjafnar. Íbúðir sem Bandaríkjamenn höfðu byggt og reist, þær voru mun betur byggðar og mun skárri húsakynni heldur það sem breska setuliðið höfðu reist, því að þær voru að jafnaði mjög lélegar. En svo eftir því kom þarna söður að Einarsstöðum, þarna eins og Hótel Saga er og að þar var ægilegt ástand. Því að þarna bæði stóða loftbragginn og þannig að þegar það rigndi þá blæddi alltaf inn hjá okkur og svo höfðum við músíkinn í rottunum inn á milli þilja og hávaðan í þeim þegar við höfðum að vera að sofa á nóttunni skrensið á milli þilja og ískur og lætin það voru að slást. Og það var hið versta að sofna við það á kvöldin og allar sér að vakna á morgnana. Þetta var alveg voðari. Og við vorum með þarna með sésmið að smíða búr sem ég bjó til svona þess að hafa matvælinni friði og þar vorum fljótar að búa til götar sem það komist inn í brauðin og allt á hreinsuðu hjá okkur alveg. Eina nóttina, ég veit ekki hvað það hafi verið mörg stykk sem hafi verið þar inni, það hafi búið til stóra hólu og öll brauð og allt, kökur allt farið. Það var ekki eitt einasta snitt eftir þar inni. Við gerðum það oft krakkarnir að þegar okkur var mjög kalt og vorum heima þá var ég vel fórum við út í hænsnakofa sem að foreldrar mínir voru með og þar var oft mun hlýrra heldur en inni. Við sátum oft tímunum saman þar inni og döndum okkur við að fylgjast með og bara að eyra þarna inn í meðan kaldasti tíminn var. En flutningur þarna frá Sörlandsbrautinni og vestur eftir er mér ekki alveg kunnugt vegna þess að ég var sendur í sveit og þegar ég kom tilbaka þá var það afstæðið og foreldrar mín höfðu slitið samvistum svona. Þetta var hlutur sem að ég hafði ekki eða fengið að vita neitt um. Ástæðan fyrir því að fyrstu hverfin sem voru rifin, það var ekki vegna þess að það væri verið útrýma heilsuspillandi húsnæði, heldur fyrst og fremst á skipulagsástæðum. Þetta átti við hverfin í Skólavararholti, við Sundlaugaveg og líka niður á Sálfólksgötu. Öll þessi hverfi voru rýmd og rifin fyrst og fremst af skipulagsástæðum. Nú íbúarnir voru í mörgum tilfellum bara fluttir á milli hverfa í önnur braggahverfi. Þarna var bæði kalt, rakt og gat ekki lagt mist við þetta, fékk enga vél sem hentaði og það var ein kolavél í eldhúsinu og ef að eitthvað reyndi mikið þá vaknaði kannski við það að skórnir okkar voru á floti á Svefnvirkjaskólinu og maður bara slappaðist í vatn þarna og við vorum þarna á annað ár þegar ég heyrði að þeir voru konum með þarna útvölda í Kampnás og þegar ég heyrði að það verið amerískir braggar þá sagði ég að þetta lítur að vera langt betra og sóttum þá fékk það strax. Síðan eftir Skólavararholti þá fórum við vestur í Kampnás og það var nú svo fínt og maður var alveg feiminn við það. Það voru kanabraggar og þeir glönsuðu allir að innan, sko, það mátti spegla sig í þeim. Þetta var nú ekkert smá ræði, skal ég segja þér, að sjá fíneríið.
Það kom fyrir að konan grét. Það var mjög algengt. Hún kom grátandi og grét. En það var ekki lengi. Hún fór inn í endan sem hún var að taka við. Þessu var skipt í tvennt. Það fékk engin heilanblaka. Og daginn eftir, þegar að maður sá hana, þá var hún hætt að gráta. Búin að átta sig. Við höfum flutt í Camp Knox. Jú, þetta var stórt braggahverfi. Mikið af fólki hérna. Já, það er það fyrsti braggi sem við flytjum í sem er svona tvískiptur, sko, búið í sig hverjum enda. Og það var sem sagt annar endi stofan og herbyggi og hinn endi var sem sagt inngangurinn og eldhús. En þessi braggar voru olíukyntir og svo voru þeir með kapbyssu í eldhúsi. Margt af þessu fólki var alveg ákaflega gott fólk, en bara efni voru engin. Og þetta fór svo mikið í kyndingu á þessu. Þetta voru svo óþéttir braggarnir og menn voru að kaupa olíu á olíutankan hjá sér fyrir kannski 50 krónur. Það voru ekki fáir dagar með sem maður var fíðinótt þegar maður átti ekki fyrir því. Og það var náttúrulega verið að spara olíuna og það var kynnt kampbyssan. Og það þurfti kol eða timbur. Svo við fórum hana púkarnir út í nýbyggingarnar og týndum þar upp spýtur og gubba og stundum lengri spýtur heldur en talið var eðlilegt að vera í hent og sögum þetta niður eða brutum þetta niður sem eldi við. Og það var kynnt eins og hægt var svona á kvöldin og þegar maður fór að sofa, svo stakk maður sér hún í bælið, en það var oft kalt að vakna á morgnana. Í frostum og kuldum þá var ekki viðlit að fara fram á þetta klósett sem var fram í gangi. Það var svo kalt, frostið var svo mikið inni að það var svipaður kuldi var úti því að það var ekki þorandi að hafa lifandi á olíuofnum á nóttinni því að eldan var það mikið á honum. Og á morgnana það var það að fara með náttgögnum frá krökkunum á eldavélni í eldhúsinu og hita það upp til þess að vera eftir hell úr þeim. En svona var kuldin gífurlegur þarna. Og þá var það sem að elsta dóttirin fékk í nýrun sem hún hefur aldrei losnað við. Var nýrnaveik þarna og lá á spítalum yfirleitt á vetrinum alltaf hún til hún var 13 ára. Árið 1947 vöknuðu íslensk stjórnvöld upp við þann vonda draum að þau höfðu spanderað stríðsgróðanum meðan fjárhögur flestra landa í Evrópu var í rúst. Það tók langan tíma fyrir fiskmarkaði á meginlandinu sem lokast höfðu fyrir stríð að jafna sig, auk þess sem Bretar settu aftur á háa verndartolla á íslenskan fisk. Íslensk stjórnvöld brugðust við öllum þessum hremmingum með því að setja á stranga innflutningshafta og skömmtunarstefnu, ekki síst á byggingarefni. Nánast öll byggingarleyfi voru háð samþykkt ríkisvaldsins og það var mjög spart á þau, ekki síst í Reykjavík. Það var því sáralítið byggt næstu árin en fólk hélt áfram að streyma til höfuðstaðarins. Já, ég hef líklega verið 4-5 ára þegar ég flutti í braggann í Trípólí Camp og bjó þar í 4 ár. Við bjöggum fyrst á Nesi, á Seltjarnarnesi. Leigðum þar íbúð og mistum hana og þar að leiðandi þurftu við að flytja í braggann. Það var ekkert mannað, það bauðst ekkert annað. Og við erum 3 systkinin og yngsti bróðirinn fæddist þar. Í flestum þessu bröggum voru útikamrar. En mamma sagði strax um leið og hún vissi hún ætti að flytja hana að inn í þetta færi hún aldrei nema það væri
klósett inni og pabbi útbjóð það, þannig að bragginn hjá okkur leit alveg prýðilega út. Maður þurfti ekki að hlaupa út til þess að fara á klósett eða neitt, en það þurfti aftur fólkið í hinum bröggunum. Og mamma lagði mikla áherslu á það að hafa huggulegt fyrir gluggum og eins snyrtilegt og huggulegt inni og hægt var. Og ég held að það hafi tekist alveg sæmilega hjá henni, en oft var nú kalt, lítið til af peningum. Peningurinn fór nú kannski í eitthvað annað. Þú gast aldrei dulið það að vera í kampari. Og ástæðan var svo að þessi braggar voru einangraðir með texi og svo voru þessar hitasveiflur, heitt og kalt og þá kom saggi í texið og það gaf sér ákveðna lykt. Og það mátti segja, að það var alveg öruggt að það gátu allir fundið þessa lykt. Það var ekki hægt að losna við hana og fylgdi öllum kampurum. Það voru kannski hjón, annað drakk, jafnvel bæði. Það var ekkert við því að segja. Þegar þau voru ódrukkin eða þannig að þau voru viðtalshæf, að þá var allt í himnalagi. Það gat verið að annað hvort þeirra kæmi morguninn eftir og segði: ekki vetti ég að þú gætir lánað mér á eina könnu. Jú, alveg og þessi velkomið. Ég á einmitt alveg nóg kaffi, var svarið. Og svona gekk þetta. Þetta var ekkert athugavert við þetta neinu liti. Maður náttúrulega leið fyrir að búa í Bragga og sérstaklega eftir maður byrjaði í skóla. Ég var í efsta bekk, sko. Ég var fluglæs þegar ég byrjaði í skóla. Það var alveg metnaður hjá mömmu að við værum öll fluglæs þegar við byrjuðum í skóla. En það var alveg sama, maður vann sér ekkert í álit fyrir því. Þetta var bara litið niður á braggabúa, þó þau væru margir sem að byggja í bröggum á þessum tíma. Já, sko, það var nokkuð sem segja það, sko, þegar við byrjuðum, sko, þegar ég átti heiminn í Múlakamp, þá fórum við í Laugarnesskóla og það var alltaf lagi og voru það litlir og áttum við ekki alveg á þessu, sko. Svo áttu þegar við fórum að fara í Melaskólana, þá fór þetta að hafa svona meiri áhrif að sé lykt, sko. Það var reynt að stríða okkur og hafa áhrif á hina krakkana að koma okkur svona einhvern minni hóp, sko, en kamparnir stóðu saman í sama hvaða bekk þeir voru. Þetta var alltaf aðalega í frímínútunum. Þess að svona harkan byrjaði þar. En svona til þess að yfirstíga þetta allt saman, þá byrjaði þessi grannaslagur. Krakkarnir úr einbýlishúsunum eða einbýlishúsum úr þessum hverfum þarna í kring. Að við létum þau finna fyrir því að ef þau voru eitthvað að reyna að abbast upp á okkur. Og það var komið í það far, sko, að það þorði enginn í gegnum kampinn. Það voru nú marga forvitnar að fá að koma heim og skoða, svona fara með manni heim og í eitt skipti komu 2 stelpur með mér heim og mamma gleymir því aldrei þegar þær mældu allt upp úr og niður úr og skoðuðu mikið og komu aldrei aftur þegar við sjást verið bannað það. Þannig að maður fann það að maður var minni mátta. Svo voru nú prófessorabústaðarnir byggðir þarna við háskólann, þarna alveg rétt hjá og maður var áþreifanlega var við að þetta var ekki alveg svo átt að vera það sem umhverfið sem maður var í. Það var nú aðalega, sko, ef við vorum kannski einir á ferð, sko, þá var setið okkur. Að því þeir náðu ekki neinu tökum á okkur svona í hóp, þá var oft setið okkur, sko. Þannig að byrjaði. Og þá það var bara, þetta oft lenti ég í tí að þegar ég var að koma, sko, neðan á Höfn eða að bryggjunni, sko, og var kannski einn á ferð og var svona nálgast kampinn að þá kannski komu þarna 3-4 og átti að taka kvikindi í gegn, sko. Og þá var alltaf ekkert annað að gera heldur en að
snúast bara til varnar. Og mér reyndist raunverulega alltaf það besta sko, að því að maður vissi það sko, annarkvort var það að berjast upp á líf og dauða eða láta á gangi yfir sig sko. Og ég notaði náttúrulega ákveðna aðferða þess sem ég þótti best. Ég sparkaði voða mikið og beit mikið. Og það reyndist mér vel, en maður þurfti að beita alveg, maður þurfti að vera mjög harður af sér og mörg högg sem maður fekk og spörk sko. Þetta þýddi ekkert að vælunda því, þetta var bara spurningin hver sparkaði meira og hver hafði náði yfir tökunum. Það var ótrúlega oft hvað maður slapp vel frá þessu miðað við hvað þeir voru margir. En maður kannski einbeitti sér að einum og hann veldi kannski ógulega og þá kannski gáfust þeir upp vegna þess að þeir vildi ekki sjá meira eða heyra meira vælið í þeim sem lágu undir. En maður kom oft helviti illa til reika út úr þessu. Ég man þá björtu bernsku minnar daga í blómakvammi ég að leikjum var. Þar gillir sólin engi hlíð og haga. Flestir bjuggu 1952 og þá voru 2300 manns rúmlega sem bjuggu í herskálaíbúðum. Samtals talið að hafi verið nýttar 650 herskálaíbúðir. Margar íbúðir voru tvísettar eða margsettnar. Það var talsvert mikið flutninga milli herskálahverfa og einnig talsvert flutninga innan hverfa. Þannig að það erfitt að segja til hvað margir Reykvíkingar bjuggu samtals í herskálaíbúðum, en þó nokkuð ljóst að það langt hærri tala heldur en var nefnd hér áðan þegar bjuggu flestir í herskálaíbúðum. Inn í þessar íbúðir fluttu náttúrulega mjög margar fjölskyldur, en það voru á engan hátt einlitur hópur sem fór þarna inn. Húsnæðisvandinn í Reykjavík var svo geysilega mikill að þangað fluttu fólk úr ýmsum stéttum og búseta í herskólum var alls ekki bundin við það fólk sem venjulega þurfti að leita fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélagi. Ef það var rifist hjá fjölskyldunni sem bjó hinum megin, þá fór það ekkert á milli mála. Maður gerði ekki, það var ekki hægt að komast hjá því annað en að taka afstöðu með öðrum hvorum. Maður gerði það. Og sumir voru meira að segja svo magnaðir í sinni afstöðu að þeir létu hana í ljósi sem gat verið stórhættulegt. Því að það má ekki blanda sér í slíkt náttúrulega, sem segir sig sjálf. Konurnar áttu það til að standa með öðrum konum þó að þeim kemur það andskotan ekkert við, eins og maðurinn kannski sagði á því heimili. Og þeir ættu ekkert með að taka afstöðu með kellingunum þeirra sem bjuggu hinum megin. En þetta var nú svona. Þeim rann blóðið til skyldunar. Áður en mér sem við bjuggum að þar gátum við hlustað alveg á allt sem fram fór og þar var oft svona glatt á þingi og heyrðum maður í Ameríkanum og stelpunum sem voru þar og það sem maður hæst léta þegar Don't Make a Baby og þá vissum alveg hvað varum að vera og við vorum ekkert að byggja í þessu, okkur kom þetta ekkert við. Hérna myndan voru alltaf hjón og með óstýriláta strákar sem að svona við þurftum enga músík inn í okkur en okkur skapaði því að þetta var háaðanlega, þetta voru mikil hefði yfirgnæft allar músík. Hjónin þau voru fljót að átta sig á því að
að fara fram að útidyrunum sínum ef að meiningarmunur var mikill milli hjónanna og rífast svolítið þar. Það heyrðist ekki eins mikið inn og gat alveg skeð að það maður misti niður þráðinn og gæti ekki fylgst með. Það var náttúrulega út af fyrir sig, þá gat það verið slæmt. Því það var betra stundum að vita hvor hafði rétt fyrir sér og hvor ekki. Það var alltaf betra að halda með þeim sem hafði rétt fyrir sér. Það var mikil drykkja á manninu sem var í öðrum braggana þannig við hliðina á okkur sem var samtengdur. Og hann misþyrmdi konunu sinni og einu sinni þá traðkaði hann á henni og kýldi hana inn í gangi hjá okkur. Hún flúði þangað inn og hann elti hana þar. Og þar stóð maður við gluggann á hurðinni og fylgdist með þessu eins og þetta væri bara sjálfsagta máli í heimi að horfa á þetta. Og þarna var alltaf eitthvað að vera sem vakti áhuga krakkana. Það var einhver hasar hjá þessum og þeir voru að segja með þeim að koma heim. Vistu það, hann sló hana Diddu og þetta fyrir utan alveg svo bara hún lá. Þetta var svona ýmsar sögur sem voru að segja með henni og maður hlustaði bara ekkert á þetta. Í rauninni minningin úr þessu ekkert rosalega slæm. Þú veist, þetta tímabil sem var kannski ekkert afleitt að upplifa þó að maður þyrfti að þroskast eða maður þroskaðist ansi fljótt af því maður var við svona allt mögulegt í kringum sem var kannski ekkert æskilegt að maður var við. En innan dyra leið manni ekkert illa. Þetta plagaði mann ekkert nema kannski kuldinn. Og maður fann aldrei fyrir því að maður geti ekki leikið sér eðlilega. Og mamma hefur alltaf tíð verið mjög myndarleg húsmóður og myndarlega að sauma og hún saumaði á mann öll fötin, hvort það voru utan yfir flíkur eða kjólar eða hvað það var. Og upp úr gömlu sem henni var gefið og það var alveg númer 1, 2 og 3 hjá henni að hafa okkur hugulega klædd. Og hún, auðvitað var það hún, númer 1 sem að hélt þessu öllu eins og þetta var. Pabbi hafði öðrum nöppum að neppa. Við vorum 5 systkinin en svo vorum við lengi heima bara 4. Og svo vorum við sem sagt send svona hingað og þangað og við vorum alltaf svona á framfæri borgarinn einhverju leyti. Ég kann ekki almennilega skýring á því eða ef við skynjuðum það ekki þá. Við bjuggum bara í þessum bragga og þetta var okkar heimili. Við vorum ekkert að hugsa það eða skynjuðum það ekkert. Og svo náttúrulega vorum við svona öðruvísi til klæða. Oft í sömu fötunum, skítugir og náttúrulega rifnir og tættir eftir svona byggingum á þessum stöðum. Jú, við varum mjög ungi þegar við lentum í fyrstu yfirheyrslunni hjá rannsóknarlögreglunni. Það var nú held ég bara til þess að svona slökkva í okkur sko. Eða átti að vera til þess. Það var nú eiginlega saklaust við. Höfðum kveikt í einhverju heyi sem stóð út á túni og fengum að mæta hjá Tomma rannsóknarlögreglunni á Tjarnargötu í staðinn. Þótti óskaplega mikil skömm. Þessar mæður sem áttu ekki nýtt að neinu, það var oft komið og fengið lánað kaffi og sykur og svona. Þá vissum við að þurftum ekki að vera spekulega að fá það eftir. Gata ekki. Það gat hreinlega ekki borgað þú hefði langað til þess. En það átti ekki nokkuð skapaða hlut eða mjólkanda börnunum. Það getur bara á pélan, þetta litla krakkanum. Að þetta var svo sorglegt að sjá mæður koma þarna sem áttu kannski 2-3 krakka, voru eina með þetta. Átti ekki eins og mjólkanda yngsta krakkanum í pélan. Að þetta var tónokkuð með þetta. Og ég sagði eins og ég var nú það harðbrjóst að mér sem sagði, af hverju ertu að gefa frá krökkunum okkar svona? Hún sagði, þér kemur ekkert við, ég sé okkur. Umgengni í þessum íbúðum, herskála íbúðum, var víða mjög góð. Og mesta furða hvað fólki hafði tekist að gera
aðstæður heimilislegar þrátt fyrir ýmsa vankanta á íbúðunum. En aftur á móti ef illa var gengið, þá urðu allir vankantar augljósir og íbúðirnar vægt sagt ömurleg húsakynni. Það voru ekki eingöngu herskálaíbúðir sem voru heilspillandi. Því að það var fjöldinn allur af öðrum íbúðum sem voru heilspillandi. Bæði voru íbúðirnar lélegar, gamlar og illa byggðar. Jafnframt var mikið af kjallaraíbúðum og sem voru taldar heilspillandi og að lokum var talsvert mikið af skúrum og öðrum smábyggingum hér í nágrenni Reykjavíkur. Þegar að húseigandi sem hafði nú verið kunningi okkar upphaflega vildi að við færum úr íbúðinni, þá segi ég það satt að ég trúði því ekki að hún væri sko alvara með að ætla að koma okkur út. Svo við vorum bara borin út. Og það var lítið íbúðarhúsnæði, kröfur mjög háar fyrirframgreiðslur og svo þótti það ákvæmlega mikil ókostur og væntanlegum leigjendum ef það var með börn. Maður brallaði þarna ýmislegt náttúrulega. Maður var fann að reykja svona ótæpilega þegar maður var kannski 5-6 ára og satt upp á eldhúsborði hjá einni sem var miklu eldri en við og það reykti maður bara eins og strompur og þetta var geysilega skemmtilegt sko. Svo var nú Trípólí-bíó þannig rétt hjá og tyggjó var nú til dæmis á skornum skammti, maður fékk nú ekki tyggjó eins og í dag þegar mann dettur í huga að fá sér. Og það var alveg aðal að fara eftir sýningar og hirða í poka tyggjóið þar sem var búið að spýta út í sér þarna fyrir utan og maður lét sér nú ekkert muna það að skafa það upp þó að væri búið að trampa ofan að því sko það. Og maður safnaði í poka og virtist komast upp með það virtist enginn fylgjast með því að þetta var maður að jafla. Að þá tókst mínum eiginmanni ekki að finna neina aðra lausn á húsnæðisvandræðunum heldur en að taka við braggaíbúð. Þetta var ákaflega dimmt húsnæði, gluggarnir smáir og dálítið hátt uppi á bónum. Þannig að það var svona talsvert áfall að koma þannig inn. Við bárum út vísir og við höfðum oft þannig þegar við vorum að rukka og vorum kannski 2-3 saman og þetta voru kannski eldri konur. Þá töluðum við mjög mikið við þær. Þær buðu okkur inn, gáðu okkur kannski mjólkurglas og kleinu eða snúð og síðan spjölluðu þær og spjölluðu og við spjölluðum. Og svo var það alltaf endurinn á því að þær borguðu mánaðarafskriftina og þá héldum við náttúrulega áfram að spjalla og gleymdum að láta þær hafa kvittanina. Svo þegar við komum næsta mánuð og þá vorum við óaðalega á aumur og sögðum að hann hefði líklega ekki borgað síðasta mánuð. Og svona spiluðum við á þetta. Þetta er náttúrulega ljótur leikur en við gerðum þetta á stundum. Og jú, eins og ég segi, maður skammar sín fyrir þetta. Ég man aldrei eftir að það hafi verið söng, en það var oft kalt. Áherslurnar voru kannski ekki alveg réttar, ekki forgangur réttur á peningunum. Já, pabbi var til dæmis starfaði mikið fyrir kommúnistaflokkinn og tíminn hjá honum fór mikið í hann og sjálfs peninga líka. Þannig að lítið var til að gera eitthvað heima fyrir, sko.
Nú svo kannski datt honum í hug að kaupa fokdýra blússu á mömmu þó það væri kannski ekki til fyrir rafmagnsreikningnum, þá var það ekki alveg aðalatrið. Hann var svo óskaplega afbrýðisamur og hélt alltaf að mamma væri að halda fram hjá sér. Og barði hana sundur og saman. Á það horfði maður. Það kannski skaðaði mann mest. Og þetta var indælis fólk. Alveg indælis fólk. Ég kynntist svo mörgu góðu fólki þarna og skynsömu fólki að ég hef aldrei síðan beðið þess bætur. Því að það var ekki hægt annað en maður fékk svo mikið traust á þessu fátæka alþýðu fólki sem ekki gat sparkað frá sér af örleysi og saklausu hjartalagi. Það var það sem var réði baka muninn þarna. Það var þetta yndislega hreina hjartalag sem aldrei hafði vit á að bera hönd fyrir höfuð sér. Það var troðið á því leynt og ljóst, daginn út og daginn inn. Og það lærði aldrei neitt af þessu. Í sakleysi sínu og eymd þá kaus það helvítis íhaldið eftir sem áður. Það sárnaði mér mest af öllu, það segi ég satt. Það var nú svo að fljótlega eftir að ég var nú svona farin að sjá fram á ég yrði þarna eitthvað kyrrt í Kampknós að ég herti mig upp til að snúast til varnar og hafði samband við fólk í kringum mig í þessu hverfi og síðan fólk úr Laugarneskverfi og fyrsti fundurinn sem ég boðaði til var með fólki úr Laugarneskverfi. Þetta gekk nokkuð vel að ná saman samtökum sem að fólk úr flestum Brekkuhverfi borgarinnar tóku þátt í. Og formlega komust okkar samtök á haustið 53. Við nefndum þetta samtök herskálabúa, notum ekki Brekkanafnið. Það voru fordómar gagnvart þessu fólki því að þetta var nú margt fátækt fólk og ákaflega mikið skertar fjölskyldur því að kallar nú veika kynið og það voru ákaflega margir menn sem að þoldu ekki þessar aðstæður og yfirgáfu fjölskyldur sinnar. Og konur með börn sátu þar sem það voru komnar. Við héldum 2 daga ráðstefnu þessi mál þar sem að Benedikt Davíðsson sem að þá var formaður Trésmíðafélags Reykjavíkur hafði lagt vinnu í það að setja saman áætlun byggingar af opinberri hálfu sem var mjög skynsamleg og góð. Íbúðir yrðu byggðar beinlínis í þeim tilgangi að rýma Brekkuhverfi. En þessi áætlun og rökræður málið og kynning á því í blöðum flýtti áreiðanlega fyrir því að borgarstjórn ákvaða að fá arkitekt Gísla Halldórsson til þess að gera áætlanir byggingu húsnæðis sem að væri fyrst og fremst ætlað til að taka við fólki úr Brekkuhverfum. Það var ekki síst vegna þrýstings frá samtökum herskálabúa sem bæjarstjórn Reykjavíkur samþykkti 1955 að byggðar yrðu 600 söluíbúðir á vegum bæjarins til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði
þar sem íbúa braggahverfanna hefðu forkaupsrétt. Ríkisvaldið hafði losað haftastefnuna og lánsfé til byggingarmála verið aukið. Þetta voru íbúðir í raðhúsum og fjölbýlishúsum sem afhentar voru tilbúnar undir tréverk en eigendurnir sjálfir þurftu að innrétta. Þær fengust á hagstæðum kjörum og segja má að þessi ákvörðun bæjarstjórnar Reykjavíkur hafi verið upphafið að endalokum braggahverfanna. Sem forðum prydir mig, svo blítt sem barn. Við vorum ekkert neitt að reyna það, að komast úr honum, alls ekki. Við komumst fljótt að því þegar við fórum svona að jafna okkur á þessu. Við vorum komnar á þennan stað. Þá uppgötvuðum við það góða sem við hlutum í tilefni af þessu. Við lentum, komust út úr öllum vandræðum. Það var enginn sem gat vaðið inn á okkur með ósköpum og skömmum. Við áttum rétt á þessu gólfplássi sem okkur hafði verið úthlutað og réðum því hvernig við vildum hafa það og hvernig við vildum nota það. Og við áttum ekkert með að vaða með óbilgirni yfir á nágranna okkar og nágranni okkar ekki yfir á okkur. Þetta var öllum ljóst. Og þetta grundvöllurinn undir gott samlyndi. Enda skorti það ekki. Þarna var alltaf allt í himnalagi. Þetta hefur verið, sem við vorum þannig 1958, þá komum við hingað inn eftir árinu 58 vorið. Og það var frá 1940 og áramótin 42-43 sem við fluttumst mín í braggan, í skólaorðinu. Svo þetta braggalíf var nokkuð langt, sko. En aldrei vandist maður í það sama hvað maður reyndi að vera sáttur við þetta. Og mikið reyndi ég. Ég var búinn að reyna 3 tilraunir að fá íbúð í bústaðahverfinu og það gekk aldrei, ég var alltaf svikinn. Þangað til að það var útvöldað hérna inn í Ásgarði, það var í Dalsvegi og þá fékk ég íbúð hérna. Við höfum flutt þarna í Smerisveit 29 sem gekk undir nafninu Grímsby. Það var gömul skólabygging sem hafði verið breytt í íbúðarhúsnæði fyrir svona fátækt fólk. Og þar var mjög gott að búa því þar var svona fyrsta sinn sem maður kynntist því að væri meiri hiti og maður leið miklu betur þetta í bragganum. Nú fluttum við úr bragganum í Ásgarð. Það var á vegum bæjarins eða pabbi keypti það fókalda bænum. Maður samt það líka upplifði að það var eitthvað minnimátta fólk sem bjó í svoleiðis. Eða maður upplifði það þannig, kannski hefur að setið í manni of lengi að maður væri eitthvað minnimátta. En maður skammaði sig líka fyrir að búa þar. Já, ég var náttúrulega í Laugarnesskólanum, svo var ég í Melaskólanum og Hagaskólanum og svona hluta. Þá, það má segja það að þá fór ég svona að vinna fyrir þessu systkinahópum mínum og svona að reyna að færa eitthvað í bú. En þau nutu góðs af og héldu áfram í skóla. Ég held ég hafi verið 14 ára þegar ég byrjaði hjá Eimskip. Og með því að svona vera, stunda það að vera alltaf mættur
reyna að gera vel. Þá vorum við valdir úr. En það var oft sem að eldi, ég veit ekki hvernig ég á að segja frá því, sko. Þetta var stór hópur sem eldi vöxtur daginn út af daginn inn. Og hann þurfti kannski 1 og 2 og 3 úr hópnum. Þetta voru kannski allt upp í 30 manns. Pabbi innréttaði að mestu leyti sjálfur húsið. Og eitthvað hefur hann þótt væntum innviði braggans. Hann hafði það í gegn að hann setti í loftinu á efri hæðinni tex. Og mömmu fannst þetta nú alveg út í hött að vera að draga það á eftir sér inn í hús. Af því að mikið hafði verið einangrað með þessu eða klætt með þessu í bragganum. En þetta fannst honum mjög fallegt, en mamma var nú aldrei sátt við það. En þarna fékk maður sér herbergi og komst í baðherbergi með baði og það var náttúrulega alveg stórkostleg upplifun. Og eins þegar maður talaði við þetta fólk að það hafði ekki áhuga á neinu, ekki nokkru. En svo voru aðrir sem voru alltaf með hugsjónir þegar ég kemst í betra húsnæði, þegar ég fæ annað húsnæði. Þetta var viðkvæði hjá þeim. En það var eiginlega færra sem var þannig sem að gerði þessi mikla vonir þarna. Svo sá ég að seinna mig þegar við vorum þannig að hafa þetta betra og ég sá þetta að fólk var komið úr bröggunum í íbúð. Maður kannaðist við fólkið að þá var allt annað að sjá þetta fólk. Þegar maður komið í sæmund húsnæði og var farið að lifa mannsæmundi lífi, þetta var allt annað að sjá þetta. En einhvern veginn braggarnir, þeir dróguðu fólki niður. Þetta var allt svo ömurlegt. Það var eins og að hefði gefist upp bara á lífinu, en værið þú að reyna að krafsa sig áfram. Mér þótti til dæmis aldrei varið í neitt sem heitir raðhús. Manni fannst það eitthvað að vera þriðja flokks að búa í raðhúsi, hvað sem þau voru stödd í bænum. En það er ekki fyrir í dag að maður sér hvað þetta var náttúrulega bjánalegt en þetta satt í manni af því að þetta voru öll þessi hús eins, allt þetta fólk sem flutti í þetta var úr braggahúsnæðunum. Og manni fannst þetta vera ekki kannski, það er ekki hægt að segja líður, en þetta var talað líð í bröggunum og því skildi það breytast eitthvað þó að það færi í hús, það hlyti að vera sami líðurinn. Og þá reyndi þetta mikið á móður mína. Hún var náttúrulega, farin að lýjast og orðin þreytt og bera ábyrgð á þessu. Og eins og segi, við vorum náttúrulega kannski svona óþekkara lagi, erfiðir, mjög erfiðir. Og hún náttúrulega gat ekkert tekið á okkur og töskað okkur til eða neitt. Ég man það að þegar hún var reglulega reið, þá tók hún eitt skúringagústinn og beitti honum á okkur. Þá svona slankaði í okkur. En þetta var svona, við gerðum okkur ekki almennilega grein fyrir þessu. Að við vorum að ganga á þreggarnar. Hún bara gafst upp og svona áhugi minnkaði bara og við verðum bara að fara að standa á okkar eigin fótum og svona hlinnað henni. Og við náttúrulega skynjuðum ekkert nema að þetta verði bara einhver lasleiki, en þá var þetta bara, hún var þetta lasin og þrotin á kröftum. Já, það var nú, bræðurnir héldum vel saman, en systur okkar var að fara, sem sagt svona, henni var komið fyrir á heimili og svona upp úr því fór þetta tvístrast. Fólkið sjálft þarna, það sagði sjá hvernig við hefur alið börnið og krakkarnir þeirra voru kannski það sem okkur fannst verst. En svona það maður lítur aldrei nógu vel í manns eigin barm.
að þarna voru eins og ég segi krakkar sem að ég held að eru aldrei menn og eru bara drullsokkar og allæfi. Það var allt annað, það kom gott út af þeim að við alveg frábæri borgarar. En að búa þarna, ég get sagt það þér að þetta myndi aldrei trúa þessu, hvernig það var. Það var alveg svakalegt. En samt held ég að maður hefði aldrei viljað missa neina þessu í raun og veru með alla þessu krakka, því að krakkarnir voru það góðir, það var lífið hjá okkur og krakkarnir. Maður barðist bara fyrir þeim og í þeirri vonaði fengið betra húsnæði. Margir herskálaíbúar leystu mín málsins sjálfir og verulegur hluti keypti svo söluíbúðir hjá borginni og fóru úr herskálum. En það var mjög áberandi eftir því sem fækkaði íbúðunum. Þá var stærra hlutfall af íbúðunum sem áttu við ýmiss konar vandamál að stríða og fátækt. Þetta voru stóra barnafjölskyldur, þetta voru einstæðar mæður, þetta voru öryrkjar, þetta voru sjúklingar og svo náttúrulega einhver hluti af fólki sem áttu við óreglu að stríða. Ég hef stundum hugsað það. Hvað hefði ég gert hefði ég verið í sporum þeirra sem tóku ákvarðanir til dæmis 1943 að taka herskála í notkun. Það er tiltölulega einfalt að tala þetta svona þegar maður ekki lendir í því sjálfur að taka ákvarðanir. En ég er svona með hugmyndur það, ég hef stillt mér upp við hliðina á fyrrverandi yfirframfarsfulltrúa sem mælti mjög gegn því að herskálar eru teknir í notkun og taldi það neyð sem bæri vott algjört úrræðaleysi. Aftur á móti, ég get sagt þetta núna, en ef ég hefði staðið frammi fyrir því þá veit ég ekkert hvað ég hefði gert. Neyðin var svo mikil að menn áttu ekki margra kosta völ og kostirnir voru allir slæmir. Og það sem gerðist eftir að við slepptum bragganum var það að ég keypti líklega einum þrisvar sinnum með stuttu millibili. Þá seldi ég það sem ég var með, keypti annað, náði í pínulítinn pening og að lokum þá var ég örugg. Keypti þannig að ég vissi að ég myndi ekki missa það og þá var allt í lagi. Þá var ég búin að gera það sem ég ætlaði mér. Skil